Þann 11. nóvember 2009 lést Kristbjörg Marteinsdóttir eftir nokkur ára baráttu við brjóstakrabbamein. Kitty, eins og allir kölluðu hana, var 44 ára, fædd á Siglufirði 12. desember 1964. Fjölskyldan fluttið burt árið 1975 en nú ætla foreldrar Kittyjar, hjónin Marteinn Jóhannesson og Sigurlaug Haraldsdóttir ásamt vinum og ættingjum Kittyjar, að efna til héðinsferðargöngu til minningar Kristbjörgu og í leiðinni að safna peningum sem munu nýtast við grunnrannsóknir á brjóstakrabbameini í framtíðinni. Við ætlum að ganga úr Héðinsfirði í gegnum Héðinsfjarðargöng til Siglufjarðar og að Hóli. Þar verður mönnum boðið upp á súpu og síðan eftir það þá stendur til að vera með skemmtidagskrá hér í Allanum. Þetta er minningar og áheita ganga. En hver var Kitty? Segðu mér aðeins frá dóttur ykkur. Kitty var ákaflega skemmtilegur persónuleiki. Hún var mjög fjörugur krakki og uppfinningasöm og vel hagmælt og alltaf að búa til sögur, litlar og stóra sögur og maður lifði með henni í ákveðnum draumaheimi sem að okkur þótti mjög vænt um. Síðan þegar að Kitty varð eldri og giftist sínu manni Elíasi Haraldsinni og eignaði sín börn, það hvarf aldrei þessi skemmtilegi karakter, hann var alltaf fyrir hendi. Kristbjörg lærði lyfjatækni fræði og vann við slíkt í nokkuð mörg ár og var hjá bæði Vistor og Pharmaco, var þar í 21 ár og hún var þar markaðsstjóri og sá lausasölulyf og fleira. Eftir það, þegar hún hætti þar, þá gerðist hún markaðsstjóri hjá Te og Kaffi og þar er hún þegar hún veikist í annað sinn og eftir það þá breyttist náttúrulega viðhorfið talsvert til lífsins og tilverunnar en hún hélt alltaf áfram að læra og hún fór þá í lífheilsufræði í háskólanum og var þar að læra alveg þangað til yfir laug. Minningar og söfnunargangan verður á laugardag 30. ágúst. Gengið verður í gegnum Héðinsfjarðargöng til Siglufjarðar og numið staðar við Hól. Stofnaður hefur verið reikningur í Sparisjóði Siglufjarðar sem er einn af styrktaraðilum göngunnar. Marteinn og Sigurlaug vonast til að þessi söfnun geti orðið mikilvægur liður í því að forða dætrum okkar, systrum, eiginkonum, mömmum, ömmum, frænkum og vinkonum frá þessum skelfilega sjúkdómi. Það hefur gengið svona upp og niður og eins og ég segi oft, við erum svona eins og kafbátur, maður fer stundur niður og síðan upp en við reynum alltaf að hafa hann að leiðarljósi því að hjá henni var alltaf bæði eitthvað á hverjum degi og eins og við segjum alltaf einn dagur í einu og við eiginlega lifum eftir því. Og yfirskriftin á göngunni er eitthvað á hverjum degi. Já, og það er akkurat það sem og það ávið svo margt vegna þess að ef þú hugsar þér að gera eitthvað gott á hverjum degi og þá bara þó ekki nema eitthvað á hverjum degi. Annaðhvort að fara út í góðan göngutúr eða að gera einhverjum öðrum eitthvað gott. Þetta er það sem skiptir máli og gefur lífinu lit. Og þessi gangur er væntanlega liður í því að halda minningunni á lofti og styðja gott málefni. Já. Hver einasta króna sem að kemur inn í sambandi þetta verkefni og það er alveg ótrúlegt hvað fólk og fyrirtæki hafa tekið vel í málefnið og það fer hver einasta króna til grunnrannsókna á brjóstakrabbameini. Þannig að það er hver einasti maður sem hefur komið að verkefninu, hann hefur gefið annarkvort pening í verkefnið eða sína vinnu og samhugurinn er alveg ótrúlegur. Þegar Marteinn faðir Kittyjar barðist sjálfur við alvarlegan sjúkdóm fyrir nokkrum árum, samdi Kitty texta við frægt lag, föður sínum til hughreysingar. Við skulum að lokum heyra Marteinn sjálfan syngja texta dóttur sinnar við lag sem margir kannast við. Auf Beginn des Lichas